að hlusta á FM 95 á FM 957 og þegar að þátturinn byrjar á laginu Crazy Bastard þá þýðir það aðeins eitt að Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull The Mushroom sittur með mér í stúdíun. Vertu velkominn, Sveppalingur. Þakkaði kærlega fyrir. Hvernig ertu, elsku krúttið mitt? Ég svo... Ég ætlaði að segja bubbur hessmaður. Já. Ég alveg sjúklar hessmaður. Já, ég sé það á þér. Já. Þú ert líka, veistu það, Sverrir, nú ég að hrósa þér. Þú lítur rosalega vel út núna. Takk. Þú veist sko, Takk. Ég sé þú ert búin að létta þig. Já. Það er enginn sem þekkir betur en ég. Nei. Það er einhver kíló farinn. Nú ertu búin að raka þig. Þú ert búin að fyrir klippingu. Já. Það er bara eins og þetta leiðin á þitt fyrsta stefnumót, sko. Ó já, kallið minn, Rosalegt en það sætur. eru alltaf skvísurnar, þær láta mig ekki í friði, sko. Nei, ég er ekki hissa. Ég getur þetta að taka myndaðir og henda þetta inn á Twitter og lefa fólki að sjá hvað og tökulegur þessa dagana. Það er hálsrígur hjá hverju einustu konu þegar ég er labba á stað, sko. Já. Það er snúa sem við bara, who the fuck was that? Og þú ert líka þannig, þú ert í þannig ástandi núna, þú gætir actually leikið krakka. Af því að síðast þú sagðist hérna hjá mig, þá varstu svona eins og róni á, veist, 8. degi fylleríð, þú varst fúl skeggjaður og gæslur. Með skeggi, sko. Já, núna, þú ert svona orðin, þú ert búin að yngja þeim svona 2-3 ár. Já, og þetta getur maður, skilur. Maður gerir bara, ég get verið róni og barn í sömu vikunni. Já, spáði, þú ert svo fjölhæfur. Þetta grín. Ha, Damon Younger, hvað? Sveppi Krull, þegar kemur að leiklist. Þú sagðir hana. Ég sagði það og ég meina það. Þú líka lítið verið út. Takkaði fyrir það. Alveg sjúklega vel. Það er gaman að heyra. Hvað ertu mörg próst fitta? Ég? Já. Það veit ég ekki. Já, Þú veist það. Já, ég held Þú veist hvað þú veist mörg Já, það er bara svo aðstæðilegt að ræða. Ég er bara að spyrja. Ég ætla frekar að ræða bara hvað er með skemmtilega þáttinn í dag. Já. Við svo erum með stórkostlan þátt þetta fyrir ykkur. Við erum með hitaklefan í fyrsta sinn núna í 2 vikur. Já. Röddin á mér er svona að koma aftur. Já, og rándýr hitakliði. Já, heldur betur því að það er forseta frambjóðandinn Ástór Magnússon sem er í hitaklefa dagsins. Já. Einn af fáum snillingur landsins maður. Já, það er maður sem er með allt á hreinu, það er ekkert flóknar en það. Ó, já. Herðu, svo, já, við komum inn á svolítið skemmtileg slúður hérna eftir með Madonnu og hringdum í Múttu að því að, já, svona að tengja slúðurinn eftir. Við þurfum ekkert allavega, við ætlum að heyra í Múttu hérna eftir. Ok. Náðum að dobla hana í að svara. Já. Og svo er í fyrsta sinn stand-up keppni auðvitað og Sveppa. Nú eigum við að fara í hana. Já, var það ekki? Viltu það? Að hlustandi komið með topp, þetta verður vandræðalegt og óþægilegt en það er alltaf að prófa það. Já, við getum prófað. Að því ég fór líka að hugsa, ef það virkar, stand-up-keppnin, þá er gott að nota það á gestin og svona þegar þeir koma og eitthvað. Já. Það vantar svona liði með þeim. Já, þetta er svona keppni. Já. Grínkeppni. Grínkeppni viljum að heyra í Apple eins og alltaf á þriðjudögum og svo er það líka Guðmundur Steffensen. Hann er... Þetta nafn kannski hringir ekki endilega bjöllum, en þetta er einn ásælast íþróttamaður landsins. Já, hann spila borðtennis. Já, hann var atvinnumaður í borðtennis til margra ára. Hann er búinn að vera Íslandsmeistari sína á 6 ára eða eitthvað, sko. Já, hann er búinn að vera Íslandsmeistari 19 sinnum. Já, sem er fárandi, ég held að hann er yngri en ég, hann er 29 ára eða eitthvað, sko. Já, hann er ekki orðinn 30, sko, aðra borðtennisspilara hérna á Íslandi. Já. Þú veist, hversu vandræðilegt var það þú varst kannski 32 ára og svo bara, þú veist, búinn að vera bestur í 5 ár. Þetta var einhver svona gaur í Þrótti eða Fylki eða eitthvað sem var örugglega alltaf að vinna þetta. Eða Víking, já. Og segir við konu sinni, herðu, það er borðtennismóti, búinn að vinna þetta í 5 ár í röð, kemur heim til sín og konan hann svona... Já, hvað er byggarinn? Tókstu þetta ástu mín? Nei, ég tapaði. Nú, fyrir hvernig tapaði, var Kitt orðin svona góður? Nei, herðu, það mætti einhver 9 ára polli þarna sem heitir Guðmundur Steffensen og hann vann mig. Já, rúllaði mér upp. Þetta er bara vond. Það er ömulegt. Og svo, næst ár, já, ég tapaði aftur. Já. Nú, fyrir hvernig, hann er orðin 10 ára drengurinn. Og veist, að hafa verið uppi á sama tíma og Guðmundur Steffensen að vera að spila borðtennis er ömulegt. Ég veit að það er eiginlega bara kjánalegt. Já. Og það er margt sem ég vil ræða við hann á eftir. Þú veist, báði, hann er hrikalega góður í sinni íþrótt. Já. Why the fuck borðtennis? Einmitt. Þú veist, þú hefur mátt velja eitthvað. Já. En þetta er eitthvað sem við bara ræða við hann á eftir. Þú veist, borðtennis, það er að detta í sömu kategóriu og keila og pílukast, sko. Reyndar elska ég bæði keilu og pílukast. Við erum saman í utandeildinni keilu, þannig að við getum nú ekkert verið að gera grína borðtennis svo sem. Nei, þetta er samt ekki alveg íþrótt, sko. Nei, ég veit að þetta er ekki svona, þú ert ekki að monta það á þessu. Nei. Þú kemur ekki að herðu, kallin er bara komin í 180 average í keilu. Já, nei, aldrei, sko. Það fara engin gæsa á þig við því, sko. Nei. Og þú ert ekkert að góða barnum bara, heyrðu, fær ekki Íslandsmeistarinn í borðtennis eitt frían bjór eða?
hann myndi bara drullaður út. Já, væri Íslandsmeistarinn ekki eitthvað afslátt hérna? Íslandsmeistarinn hverju? Borðtennis, herri drullaður út. Og taktu hérna stíkaspaðan með þér og tróðunum upp í anusinu. En það líka sko með borðtennis, það sem ég get líka rætt við hann hérna eftir, hann reyndar þekkir ekkert á tilfinningu, en þú ert nú búin að þekkja mig núna í 10 ár. Það engin íþrótt í heiminum sem ég verði jafn, ég tapsár eðlisfari. Það engin íþrótt sem ég verði jafn pirraður og tapsár í og borðtennis. Já, ég þekki það manna best. Já, og það var til dæmis eina skipti sem ég farið í bann í félagsmiðstöðun á Sauðárkróki, það var eftir að ég tapaði í borðtennis. Já. Braut hann nokkra stóla og eitthvað og var mér og fjölskyldu minni til skammar. Ég man alveg þegar það var borðtennisborð upp í vinnu hjá okkur, þegar við vorum í 70 mínútum. Já, við erum svipaðir í borðtennis og það eru fáir jafn leiðilegur og þú þurft að vinna. Nei. Þannig að þér tókst nú svona, ég held að sé bara Sigmar Vilhjálmsson sem leiðilegri, sko. Já, það var mjög oft sem að þú rökst út brjálaður, út í bíl, startaðir rauðum Hyundai Coupe og keyrðir heima á þess að kveðja. Mökkaði heim. Ég leti þessu 115 hestöfl vinna, það er bara þannig. Herru, en eins og þeir eru skemmtilegu þáttur framundan við Sveppi verðum með ykkur þetta frá 4 til 6 í hrikalögum feeling. Já, hvaða lag er að fara að koma nú? Þetta er lag sem ég lofa þú er gaman að. Það heitir We Are Young með Fun. We are young. Nei, þetta er svona hérna We are young. Ok, svo vil ég fá að ráða tónlistinu bara. Sjálfsög, enda tónlistastjóri hérna. Lag hér á ferð, enda ekki við öðru að búast þegar hljómsveitin heitir Fun. Þið er að hlusta á FM 95 Blöð og FM 957 og Sveppi hérna með ykkur til 6 í dag. Ástór Magnússon í hitaklefa dagsins, tekum að múttu og eftir stand-up keppni og fleira, þannig að það er nóg með þetta. Það er alltaf, það bara snert ekki takkan, sko. Nei, því að þá missið af ykkur. Þetta er þannig þáttur. Það er það mikið að vera núna, sko. Já, þetta er crazy, sko. Nertu til í, áður fyrir slúðrið, þá að ég var að sjá það, ég á bara 8 mínútur eftir þessi veðmáli. Ég fæ 20 krónur fyrir hvert follower sem að Dóri DNA fær, þangað til 25 mínútur yfir 4. Þannig að ef það er einhver úti með Twitter að hlusta, endilega followið Dóra DNA á Twitter. Það er 20 kall í vassan. Já, það er líka bara flottur maður til að followa. Já, Dóri DNA er enda mjög fyndinn. Þannig að það er, win-win situation erum við að kalla. Herru, þá komum við að slúðrinu og ég ætla að byrja að slúðrið á Angelina Jolie, en hún neitar að leika í Salt 2. Nema handritinu verði breytt til hins betra. Hún fekk senda handritinu daginn og það er svo margir við lék Angelina Jolie í Salt 1 og stóðst þið þar með príði. Skemmtileg mynd, en núna hent hún þessu nýjasta handriti af mynd 2 og sagðist ekki að leiki í myndinu nema kemur betra handrit. Já. Og ég er ánægð með svona metnað. Já. Það er allt og oft sem að leikarar núti svona bara, taka bara sig á það. En einhvern veginn held ég að þarna sé Bradarinn að búin að lesa fyrir hann og segir hei ástu mín, þú stekkur ekki að þetta. Já, Brad Pitt. Já, ég veit það ekki, sko. Þetta er hann sem er puttan í þessu. Gæti verið, sko. Ég meni, þetta ekki einhvað sem að til dæmis umbóðsmaðurinn Adam Sandler sagði, mátt segja það hann þegar hann fekk Jake and Jill, eitthvað svona, nei, ef ekki býðið það sem betra hann. Adam Sandler, eins mikill snillingur og það er. Þá fíla ég hann. Já, þú veist, hann er aðeins. Ég elska hann er sant, Ertu ekkert að vera þreyttur á þessu samt? Nei. Þú sagðir að við um daginn, Sveppi, ákveður þetta að ljúga þetta í beinútsendingu? Bara stundum á það. Ég dýrka hann það mikið að hann þolir alveg fullt af feilsporum hjá mér. Já, ég er alveg sammála því. Ég fyrirgef honum alveg ótrúlega mikið, Adam Sandler. Sammála. En ég er svo ánægð með það, hann hefur kannski bara hugsað, hei, ég verð til í að leika systkini, stelp og strák, skrifa mig eitthvað handrit um það, svo hafa bara kýlt fötu, skrifa handrit og bara tekið þetta upp og bara gert þetta. Já. Og það, ég fíla það, bara vaða áfram og gera hluti, ekki vera að pæla mikið í þessu. Já, þú fílar það kannski, en þú fílar ekki afraksturinn. Nei, ekki alltaf. Fyrir okkur sem erum að kaupa okkur inn á þessum myndir. Nei. Herru, þá er það næsta slúður og það er af henni Madonnu. Hún virðist eiga í einhverjum erfiðleikum með aldurinn, eða svona, ég veit ekki. Hún er 53 ára, hún Madonna, og er núna að hitta dansara að nafni Brahim Saibad, skemmtilegt nafn hann á ferð. Hann er 24 ára og hann var að biðja Madonna að gifta sér og nú er Madonna vist að fara að verða við þeirri bón. Já, það er ekki setna verðna maður. Er hún ekki bara með annan fótinn í kistunni? Og hinn á bananum þið? Já. Þetta er svona, hún er róleg, hún er 5, hún er jakkamul á mamma. Það er rétt. Já, ég sé ekki segja svona. Ég var að djóka. Já, hún er 53 ára og hann er 29 ára og hann er 24 ára sig og 29 ára aldursmunur. Það þarf einhver að fara að pikka í Madonna, finnst mér. Sko, þegar hún var að syngja Like a Virgin, þá var hann sko ekki einu sinni hugmynd. Nei, ég veit það. Þetta er, þú veist, og hún einhvern veginn, eins og nýjasta plög, ég var með í slúðrunni
daginn að nýjasta plötuumslæðinar væri, það ætti kannski að banna því að þykir of djart. Farð að act your age, farð að haga þér eftir aldri. Já, því að hún var náttúrulega alltaf svo djörf hérna í gamla daga, gaf út einhver bók sem hitt Sex. Já, það sem hún var svona hálfnakin. Hneyksla og svona. Já, hún er verið þannig. Og var mjög töff þá. Já, en einhvern veginn finnst manni núna sko að þetta sé bara búið. Já, þetta er orðið svona eins og... Talandi svona eins og til þessum Angelina Jolie sem var með Billy Bob Thornton þegar þau voru saman. Já, skiptast á blóðu. Já, þá voru þau öll í þessu að hneyksla og sjokkera og hún með tattoo og bla 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 bla. Svo núna er það allt aldrei búið hjá henni. Hún er bara mamma sem bara nennir ekki að taka þessi hvað sem er í bíó og svona sko. Já, það er vel gert hjá henni. Hún er svona acting her age. Já. Donna má fara að taka þetta til fyrirmyndar. Það er akkurat rétt þér og það vil svo skemmtilega til að Madonna og mamma mín, Hafdís Sveinsdóttir, þær eru jafngamlar. Já. Og við svo ætlum að hringja henni í Múttu eftir. Það er ekki leiðum að líkjast. Ekki leiðum að líkjast og spurja Múttu hvort að hún myndi byrja með einu 24 ára. Já, ég held að hún veri til, já. Múta? Já, við bara fáum að vita það hér og eftir. Er það svo, loka slúðrið, það er sorglegt. Kim Kardashian fór í tennis með mömmu sinni í vikunni og ef þið hafa áhuga að skoða það eru 24 myndir af því inn á vísi.is. Ég ætla ekki að fjalla meira um það. Fór í tennis? Já, fór í tennis með Múttu. Drullu saman. Það er góð spurning. Þetta var slúðurpakki dagsins. Herru, eigum við ekki bara að fara að hlaða hérna rétt og eftir í símtala Múttu? Já. Spyrja hana hvort hún myndi vera með einum 24 ára. Já, það er eins gott hún svari. Já, herru, byrjum hins vegar á, þetta er held ég besta sönguna heims í dag. Adele, Set Fire to the Rain. Já, ég elska hana. Við Sveppi hringjum í Múttu og spurjum hana hvort að hún myndi byrja með einum 24 ára eins og Madonna. Madonna er að fara að giftast 24 ára gömlu manni og það veit svo skemmtilega til að mamma mín og Madonna eru gamlar. Því lík tilhjulun, það er líka hitaklefin, það er Ástór Magnússon, stand-up keppni og fleira, þannig að það er nóg að vera hjá okkur strákunum. Ég var að spá í hérna Sveppi, það er stundum sem að það fyrir taugarnar mér í síðan á Facebook. Já, ég er hættur á Facebook. Já, ég er að spá að Sveppi, hættur á Facebook. Eins og Bubbi. Ég er að spá að fara að gera líka, einbetta mig bara Twitter og það er, veist það, þegar ég sé svona status eins og á Sölva Tryggvasinni. Sölvi Tryggvason, sjónvarpsmaður á Skjá 1. What a man. What a man, man. Já, lítur út eins og $1 million og gjörsalega myndar hinn og þegar ég sé svona status eins og hjá honum núna, þá líður mér eins og aumingja. Nýjasti statusinu hans er Off to Haiti að aðstofa við munaðarleysingjahæli. Vona ég komið tilbaka betur jarðtengtur og eilítið lausar við hégóma og aðra vitleysu sem engum máli skiptir í stóra samhenginu. Þetta er komið 77 likes og þetta kom inn fyrir 50 mínútum. Hann er farin til Haiti að aðstofa við munaðarleysingjahæli. Þú veist, ég er að fara til Tiesto næstu helgi. Þetta er ógeðslegt. Grefn maður ekki í þessu. Það er svona menn eins og Sölvi Tryggva sem að minna mann á stundum að maður sé rævill. Já, en þetta er samt, sko... Ámar, já, svo er spurningin, ámar að vera hendis á status. Já, þetta er náttúrulega, hvað er hann að þessu bara svona upp á flippið? Hann vill náttúrulega, veist... Hann veit fá smá hrós fyrir þetta. Já, allir koma og segja svona Æ, þú ert ótrúlega góður að gera þetta og þú ert ekkert smá heill og ekki bara sætur, heldur líka hjálplegur, bla bla bla. Svo kanntu líka klæða þig, þú ert rugglaður. Það er það sem hann er að sækjast eftir, sko. Nei, ég held að þetta sé, veist, ég held að þetta sé 70-30. Já, en ef ég var að fara hérna að hjálpa til með UNICEF eða fara til Afríka eitthvað, ég þarf ekki að henda því eitthvað status. Ég fer bara að gera það. Af því það kom í sjónvarpinu. Það var hérna fyrir UNICEF, skilur, en þá var ekkert svona flaggað í. Nei, ég veit það. Skilur, ég gæti alveg farið í eitthvað hjálpastarf bara til Uganda. Já, ég meina... En leið og ég fyrir að segja, já, gamlir á leiðinni til Uganda í hjálpastarf. Eftir hver er ég að sækjast? Ég er að sækjast eftir einhverju svona, ekkert smá góður. Í staðan fyrir bara að gera það og líða betur í hjartanu sín, en þetta er eitthvað svona ákveðin svona... Þú ert reiður út í Sölvan. Nei, þetta er svona, ég bara spyr, er þetta vottur að svona minnimatskennd? Já, honum. Já. Við getum þurft að ringja í Sölva eða þetta og spyrja hann út í þetta. Já, ég var til að ringja hann og ræða þetta. Þetta er eitthvað svo skrítið. Þetta er svona eins og ef ég var að posta á Facebook bara litli strákur minn dafnar svo vel. Það er fullt af fólk í því. Já, en það er eitthvað plebbalegt við það. En er hann ekki að dafna vel? Nei. Hann er jú. En ég þarf ekki eitthvað að vera Nei, veit það. Þetta er svona eins og, þú veist hvort við fyrir með alltaf jólin og páskuna. Við erum ekki að auglýsa það þetta er eins og við myndum setja það allt inn á Facebook. Já. Þú varst að því. Þú ert líka svona. Þú ert svona líka. Aldrei gett við heim. Komið 8 ár. En við ringjum fyrir eitthvað bara í Sölva. En þú skilur hvað við. Þetta er eitthvað svona. Ég veit það.
Þetta svona Bruno í hérna... Hann samt góður maður. Já, hann að fara að hjálpa, hann að fara til Haiti á munaðarinn lesingahæli. Einmitt. Það fara að hjálpa til. Já, ég er mjög ánægður. Ég er mjög ánægður. Þess vegna megum við ekki alveg rakka niður, en við erum að rakka niður fyrir að setja status á Facebook. Já, hvað hann að segja öllum frá því? Já, þetta svona, hefurðu séð prófælmyndirnar hans? Ég fæ bara bónir. Já, veist það, ég hugsa stundum með mig bara hver hendi þessa módelmöppu fyrir hann. Veist, það ekki til ein mynd á hann með bjórið í einhverju flippi, sko. Þetta allt bara svona eins og sé nýklippt úr einhverju bækling. Hann einn af þessu fái sem fallin í kærasta sín. Já. Það ekki oft sem við lendið því, maður. Nei, það agalegt fyrir hana. Já, við skulum gefa Sölva hérna smá frið núna. Við reynum að ringja hann eftir og spyrjum hann kannski út í þetta. Ég skal ræða þetta við hann. Já, en þú varst eitthvað vælið við því og það ekki heyrt síðasta föstudagsslag. Já, svo hvað tók Svessi? Svessi tók Titanium og ég vil bara leyfa þér og hlustundum að heyra. Já, ég til, já. Svessi Bergmann með Titanium, þetta finnst mér með flottari lögum í langa tíma hjá hann á föstudagum. Svo ringjum við í mótu. Þetta lag með David, hvað er það? Er þetta hermið eftir öllu sem ég segi? Já, gamli. Þetta takk barnaðinn og fyrir að haga þessu barn. Það er ekki mörg barn á Ísland sem er reyður eins og Sveppi. Það er ekki góður! Ég náði það með rosalega. Ógeðslega góður, þetta er, ég er svo mikið í kringu krakkarna mína, sko. Já, verður þau byrjað að herma? Þau eru á þessu stíði núna. Hvað fyrir mest í taugarnar af öllu við börniðin? Andlitið á þeim. Ég er að djóka, það fer ekkert í taugarnar á mig. Nei, það er ekkert eitthvað svona... Já, veistu hvað fer svona mest í taugarnar á foreldurum við börnin sín? Það er þau eru sjá sama galla og maður er sjálfur með í börnunum sínum. En svo til dóttir mín týnir stundum hlutum og maður getur alveg svona, hvað eru lyklarnir? Hvað er húsbæinn? Hvað er húæinn? Svo var ég nákvæmlega sjálfur þannig, sko. Já, ég veit hvað það er. Þetta er eins og 6 ára gutti minn á húsæk sem skiptir mér ekkert að. Ég veit að hann er strax byrjar að veðja á fullu. Það er ekkert annað að gera húsæk. Nei, heldur að veðja búin nokkra dósir. Herði, það styttist ég að við Krull Machine ringjum í móðir mína en við ætlum að fá auglýsingar fyrst. Svo er það heitaklefin Ástór Magnússon og annað, þannig að, já. Snert ekki takkan! Á FM 957. Rétt spjall, eðlulegar og furðulegar fréttir. 10 mínúta yfirtakkan og að sjálfsögður. Topp tónlist. Pétur. Alla virka daga milli 10 og 1. Í boði Taco Bell. Quesadilla með kjúklingabringu eða nautasteik á aðeins 699 krónur. Núna á Taco Bell. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto. 10. mars í Vodafone-höllinni. Miðasal í fullum gangi á miði.is og nú er uppselt í VIP-svæði. Allir sem kaupa sér mið á tónleikana geta komið með í sérstakt Tiesto eftirparti á NASA eftir tónleikana. 20 ára aldurstakmark á NASA og þú framvísar miðanum þínum til að komast inn. Ekki bíða, tryggðu þér miða strax á Tiesto á miði.is. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Gretja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Gretja. Lakkerol slættir úr Krullunum. FM 95 Blö á FM 95. Stelpunar eru oft til í The Wild Ones eins og Flowrider syngur hérna talandi The Wild Ones að þá var ég að tala hérna í byrjun þáttar hvað Sveppi litið vel út þessa dagana og þið þurfu ekki að fara inn á Twitterin hjá mig til að sjá nýja mynd af stráknum. Þú ert eins og fyrirsætta hérna. Já, ég veit ekki. Þetta er bara allt annað að sjá þig. Rosalegt er búin að vera að taka þig. Djöfull, duglegur. Ógeðslega, djöfull ertu duglegur. Ógeðslega flottur. Ógeðslega flottur náðingi maður. Við vorum að ræða í slúðrunni hérna áðan Madonnu. Hún er 53 ára og núverandi kærast hennar eða tilvonandi eiginmaðurinn eru 24 ára. Það eru 29 ára á milli þeirra. Já, sem er alveg dálítið spes. Já, eiginlega bara sorglegt. Já, og menn er alltaf að tala Madonna, hvað hún er að pæla. Hvað er þessi gæi að pæla líka til dæmis? Nákvæmlega. 24 ára, hvað ætlar hann að fara að eyða lífinu sínu með Madonnu? Það er bara vesen. Já, þetta er eitthvað paparazzi bara, veist, í fyrsta lega ertu að vesenast í eldri konu, allt og gamalli fyrir þig, þannig séð. Og svo alltaf bara paparazzi fyrir út á glugganum og taka myndir að þér og hvað ert að gera og hvað ert að borða og hvað ert að vesla og allt. Ég veit, hann er með fullt búr af apaskít að hann sé drengur, það er ekki flott með það. En ég er að spá að Múta, móði mín, Hafdís Sveinsdóttir, hún er jafn gömul og Madonna. Og við ekki að tjekka hvort að Múta myndi hjóla í þetta. Við hringdum í hana, hún vill nú yfirleitt ekki tala við okkur. Nei, en hún er meira að byrja að fatta leyninúmerið, en svaraði engu að sér. Við skulum heyra þegar við spurðum Múta út í þetta.
Svaraðu kjalla. Pick up the fuck... Múta? Já, hæ. Hæ, hvað segir þú þetta? Ég sé allt fínt að þú. Hvað það gera? Ég er búin að segja það 100 sinni, ég vil ekki tala við. Móðalegt höst eitthvað. Nú Halli. Já. Þú ert jakkgömmul Madonnu. Hæ? Þú ert jakkgömmul Madonnu. Ég er jakkgömmul Madonnu, já. Já, en ég verði samt að spyrja, af hverju talar það svona svonina? Af hverju svona höstur ég að syngja? Það er bara svona, hvað er þessu? Nei, er ég eitthvað höstur við? Nei, ég meina, oftast þegar ég heyri þá er alltaf að tala að sé orðið svo langt sinni við heyriðust og eitthvað svona. Svo er mér að ringi þið núna, að fúsum að frjálsum vilja. Heyrðu. Og þú ert bara höst. Af því að ég vil ekki tala við ykkur í þessu þætti. Ég var eiginlega vissum þetta væri þér. Við ætlum ekkert að setja þetta í loftið, sko. Nú það ekki. Nei, þetta ekkert verið þáttinn, við ætlum bara að heyri í þess þetta. Já, mjög líklegt að það verið að hringi í mig bara þess. Þú ert volið að paranoia um þetta. Ákveð svona paranoia, er eitthvað þingir? Það er nú alltaf gaman að heyri í sveppalingu. Strákar. Akkur skiljiði það ekki, ég vil ekki tala við. Það er bara eitt sem við þurfum að ræða við. Það er eitt sem við þurfum að ræða við núna. Við erum ekkert að fara að spyrja út í, hvernig gengum í sjóarann og öll deytin og allt þetta. Við ætlum að ræða allt annan hlut núna. Hvað ætlum við að ræða núna? Þú ert jakkgömmul Madonnu? Já. Veistu hvað hún er að gera? Hún er að fara að giftast 29 ára gömlum poppara og dansara sem heitir Brahim Sabitad. Hann er 24 ára. Já, verðin að góðu. Það er 29 ára aldursmunur á milli þeirra. Jaha. Þannig að nú verð ég að spyrja þig, Múta. Já. Hvað er þessi sjómaður gaman? Strákar. Nei, ok. Við ætlum ekki að spyrja því. Hvað er... 24 ára. Nei, en gæti þú hugsað að vera meira en 24? Nei, alls ekki. Af hverju ekki? Af því bara, þetta er bara krakki. Já, en hann var ógeðslega góður dansari og jafn myndalegur og þessi hérna. Já, mér er alveg sama. En ekki einu sinni, myndir ekki einu sinni vilja bara pröfa eitt skipti? Nei, strákar. Það er aðeins ykkur. Smá reynsluakstur, hvað er þetta? Var það ekki allt í lagi? Þú var leiðið mitt. Öðun? Já. Nei. En það myndir aldrei geta að deyta svona ungan mann? Nei. Nei. En alltaf ungur? Ó, já. En hann að þér finnst... Þegar hann er orðið sko yngre börnin mín, þá finnst mér að vera orðið frekastvæg. En nú myndir þú deyta 34 ára gamla mann? Nei. Nei. Nú, ertu að segja Sveppi Sjömingi? Nei, Sveppi er bara yndislegur. Já, ok. Þannig já, þá erum við konum með það hreint að móður mín sem er jakkgömmul og Madonna. Já. Og hún myndi ekki... Ekki 24 ára gamla manni. Nei, sko, þú vildir ekki einu sinni prófa hann. Ekki einu sinni fara á eitt date, myndi ég. Auðun, nei. Nei, ok. Nei, maður myndi líka pæli, hvað væri þau að tala sko? Hæ? Já, en þannig að... Hvað eiga þau sameiginleg? Það er eitthvað mjög lítið. En finnst þér þá núna þegar við erum að segja þetta, finnst þér þá eins og sé eitthvað að Madonnu? Já, mér finnst þetta bara ekki normalt. Nei, hún virðist einhvern veginn ekki nenn að þroskast og takast á við lífið eins og þú, yndislega móðið mín. Hún er alltaf haldandi í einhvern svona úlingaglampa. Já, þetta er bara fáránlegt. En þetta er miklu betri konun hún og mun fallegri. Já. Ó, elskan, þetta var nú fallega sagt. Ég myndi velja þig, ef þið stæður hlið við hlið, þú og Madonna, þá myndi ég halla mig til Hattjar. Já, ég reynda myndi velja Madonna, það er af persónulegum ástæðum. En þar hafið það, kæru hlustendur og Múta, takk aðeins til að vera að svara. Heyrðu, eitthvað svona lokum, ertu með einhvern brandara? Nei, Sveppi, nei. Viltu hendi einhverja limru? Strákar, hætti þessu, nei. Versta er núna... Nei, ekki tala við ykkur lengur. Versta er að hún er núna fann að gruna þegar við erum með, leyninúmer. Það séum við. Það er að verða alltaf erfiðar. Með verða að gruna það. En heyrður þú samt góðu við í dag? Já, ég var mjög góð við ykkur í dag. Já, ok. Herðu, farðu varlega og við kíkjum í bíó fljótlega, skvisa. Ég heyri þér. Hæ, Hanni. Ná, ok, sæta. Bæ. Já, þarna heyrður það, Krull. Já. Hún myndi ekki taka mál. Nei. Og ég skil það vel, sko. Já, þetta er eins og ég sagði í slúðurinn aðan. Madonna þarf að fara actor age. Já, og líka þessi gæi, sko. Akkur er hann ekki að næla sér í einhverja jafnaldra? Já, því þetta er náttúrulega, veist, þegar ég var 22 ára, Madonna er reynd við mig. Ég flói á það alla daga. Já, kannski í viku. Það geta, veist, gera hann á konu minni. Já, heldur bara.
þú þarft að gera er að stilla inn á FM 957 og hlusta á þáttinn FM 95 Blö. Já, endilega takkið þátt í leiknum FM 95 Blö leiknum. Það sem allt í boði og allir vinningarnir renna í gott málefni. Herðu, það stýrst í hitakleifan, hann hérna rétt handan við hornið. Já. Og það forsetaframbjóðandinn Ástór Magnússon sem í hitakleifa dagsins. Já, ég kaus hann, sko, fyrsta skipti sem ég mátti kjósa á ævinni þegar ég var 18 ára. Já. Þá voru forsetakostningar fyrir, já. Ég kaus Ástór. Ok, og sér ekkert eftir því? Nei, ég veit ekki. Það þarf að kjósa hann aftur núna þetta ár? Æ, ég er bara að sleppa að kjósa. Já. Ég hættur að kjósa. Nei, ég er ekki hætt að kjósa. Ég ætla aldrei að kjósa þetta. Það er sorglegt. Akkur? Það skiptir ykkur máli hvað ég geri. Já, en allir myndu hugsa svona. Það verður bara fínt, þá er ekki verið að kjósa eitthvað. Nei, þá er bara ekki lýðræði. Einmitt. Ég vil ekki lýðræði. Ég er á móti lýðræði. Já, Sveppi, þú verður til að vera bara með eitt svona Davíð Oddsson sem myndi bara stjórna þessu. Nei, bara engan. Svona Kim Jong-un eða hvað sem hann heitir hann. Herðu, ég ætla að ræða við að því að þú ert búinn að raka þessu Sveppi. Að það var sniðugt múf hjá þér. Því að samkvæmt nýjustu könnun þá eru konum illa við menn með skegg. Finnst þeir ekki af kynþokkafullir. Og hins vegar, það fylgir kostir og gallar að vera með skegg. Kosturinn hins vegar sá að mönnum þykir þú virðingar meiri. Að bera meiri virðingu fyrir mönnum með skegg. Og finnst þú meira intimidating eða svona, þú veist, vera svona pínu hræddi við þig. Svona að finna ógnaðir. Ógna mér. Já. En konum finnst þú hins vegar ekki kynþokkafullur. En ég get alveg sagt það finnur engin sérstaklega ógn frá mér. Nei. Þótt ég sé með alls skegg, sko. Já, þú þarft ef þú ert með skegg og að vera einhver ógnaðir þá ertu helst að halda á fallbyssu eða eitthvað, sko. Eða svona að vera með hlaðuna hríðskotabyssu, þá er kannski einhver ógnaðir. Þetta er bara eins og annars ertu bara Sveppi krulli í barnaefninu, sko. Já. Kringlóttur og aðstæðanlegur með skegg. Já. En já, það er samt ógeðslega töff að vera með skegg. Ég skil ekki okkur, ég har marga konur sem fíla skegg, sko. Já, þetta er kannski bara í bandi, ég veit ekki, ég var að prófa að spyrja konur hérna á Íslandi og opna verið síman. Já, sko, við erum ekki verið að spyrja 13 ára stelpur. Nei, og maður sjá, fullorðna konur getið hringt aðeins í 511-0957 núna. Það er hringja ekki að tinga þetta. Heldur þetta sé alltaf bara börn. Já, en þetta er samt, sko, ég hef prófað með það, það er verið að hringja. Þau skulum að spyrja íslenska konur hvort það fíli menn með skegg. Því að Sveppurinn, hann er oft með skegg. FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Já, sko. Já, hvað segir þú gott? Allt gott bara. Hvað heitir þú? Sigfríður. Sigfríður, maður. Fallegt nafn. Já, þakka fyrir það. Ég vil hafa kallið með skegg. Er það málið? Já. Ok, já, ég er nefnilega ekki viss að íslenska konur séu sammála þessum konum áttum í vandrinum. Það getur stundum kýtlar en það er bara alveg samt algjörlúksus. Já, er ekkert verra að kissa mann með skegg? Nei, ég finnst það ekki. Nei, ok, þó að kýtli pínu en þú lætur hafa það? Já, ég læt mig hafa það, skal ég segja þess. Við erum líka. Já, ok. Heyrðu, þetta er ekki Sigfríður. Hvað segir þau? Hvað heitir þú fullunafni? Nei, þú heyrðir þetta var eitthvað gaur að grínast. Ég hef látað að skegg. Hæ. Þetta er stelpa. Hvað segir þú? Herri, ég segi bara besta. Hvað heitir þú? Ég heiti Lára. Hvað ertu gömul, Lára mín? Herri, ég heiti 22, topp aldri. Hvað finnst þér skegg vöxt á kallmönnum? Mér finnst bara mjög heitt ef að gaur sem er svona smá skeggrót. Já. Chubby Little Swessman er náttúrulega með skegg. Chubby Little Swessman, Swest Mouth vinnu minn, hann er með skegg. Já. Þannig að þið finnst það sexy bara? Já, mér finnst það bara mjög heitt. Þú veist að gaur svona dökkarur og svona skeggrót og svona brunglegur og svona bad boy image á hann eitthvað. Svona McDreamy. Já. Heitir hann það ekki? Nei, Max Dini þykir ekki. Max Dini, Patrick Dempsey, hérna sem var í Can't Buy Me Love. Báðir tveir eru heitir. Báðir tveir heitir, já. Mundur þið segja svona Max Dini og Max Dini eru svona svolítið auðvitað og Sveppi Grey's Anatomy? Já. Hún þurft að hugsa sér of mikið. Já, hún kappna næstu bara. Takk hjá þetta. Fíla skegg. Já. Vel gert. Gefum við seitt séðan hérna, sjáum FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, hvað finnst þér menn með skegg? Finnst þér það sexy? Ég er að segja þér að strákar, ef þið eru með skegg, þá eru miklu kallmannslegri og fallegri. Já, herru, ok, íslenska konan er greinlega ekki sammála kananum. Nei. Það er eitthvað svo sjúklega flottar með skegg. Sérðu Múkisson, maður ásins. Harðari svolítið svona. Já, þetta er svona bara, það ítir undir kallmennskuna. Ég er að segja það. Já. En áttu mann? Nei, ég er ekki mann, ég leita mér að manni með skegg. Já, það er nóg aðeins núna, sko. Þú ert að leita rétt að skegginu. Það er náttúrulega mottumast, þannig að þú ættir nú að finna einhver skegg í bænum. Ég kannski ekki alveg mott. Nei, mottan, mér finnst það útgeðslega stannitt. Já, það er eitthvað perri í því, maður. Ég ekki alveg undir það. Nei, það er í lagi mass, samt. Já, það er alltaf lagi mass, við erum að gera safna í 1 mánuð. Herru, þar skeggið. Já,
nú vil skegg þessi. Takk að verða að hringja. Já, takk fyrir. Ok, þar það að, íslensk kvenfólk ekki sammála stelpunum út í Bandaríkjunum. Við ætlum að fá auglýsingar, svo það hitaklefinn strax eftir auglýsingar og það Ásþór Magnússon að þessu sinni forsetaframbjóðandi Íslands. Árið 1909 var Eiffelturnin hæsta bygging heims. Það skiptir þig engu máli. Við lánum þér 1000 til 100.000 krónur í alltaf 30 daga. Fyrsta láni vaxtalaust. Það skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Bátur mánaðarins og Subway BMT. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. Viðskiptavinir Atlandsolíu eru enn á ný ánægðustu viðskiptavinir olíufélaga á Íslandi. Það segir ánægjuvoginn, Atlandsolía. Við auðveldum fyrirtækjum að ráða nýtt fólk í vinnu. Fjöldi tækifæra fyrir atvinnuleitendur verður kynntur á atvinnumessu í Laugardalshöll 8. mars frá 10 til 4. Það vinnandi vegur. Í dag eru 2 dagar þar til umsóknarfresti lýkur í hæfileikakeppni Íslands. Taktu þátt og þú gætir unnið 1 milljón króna. Farðu inn á nbl.is og skráðu þig til leiks. Skjár 1. Ekkert venjulegt sjónvarp. Sky Agency kynnir ásamt Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone-höllinni á laugardaginn. Ekki missa besta plötusnúð allra tíma. Tiesto. Uppsetti VIP. Miðasal á miði.is og Brim kringlunni. Þriðjudagur þú og 1000 kall. Já, þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos, 588 því. Nei, ég meina 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Sólin í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjart sást og ég missa allan mat. Snillingar koma frá Sauðárkróki, kalla sig Úlfur og lagið þeirra heitir Farinn. Eitt af því fáa sem góða sem kemur frá Sauðárkróki. Örugglega það eina. Það Úlfur. Það þvílíkur eðalbær. Biðja heils á krókinn fyrir þá sem á rúndinum. Klukkan 5:05, það örugglega einhverjum nokkri búin að fá sér eitt burger á bæ núna og að taka síðdegis rúndin. Ó, já maður. Maður þekkir þetta, skólinn búinn, þriðjudagur. Ekki sérstakt veður. Já, skýta veður kannski. Ekkert að gera. Það var svo þægilegt að geta tekið eitt rúnd á króknum maður. Tekið eitt rúnd, það tekur 8 sekúndur. Já, tók ég bara annan. Það eins og komið að dagskrálið núna hjá okkur Sveppa sem hefði búin að vera í frí í 2 vikur eftir að röddinni mér fór hérna á bikarúrslitaleik sem ég kynnti lið Tindastóls og hún nú svo komin aftur þannig við gátum hnoðað í hittaklefa og það rándýr hittaklefi hjá okkur Sveppa þessu sinni. Því að þetta forsetaframbjóðandinn Ásþór Magnússon og það ansið land sem við heyrðum í þessu manni. En við náðum einhvern veginn að græja síman hjá honum, hringdum í hann og hendum honum bara beint í hittaklefann. Hittaklefi dagsins, gerðu svo. Take it away. Halló. Ásþór Magnússon. Já. Komdu sæll og vertu velkomin í hittaklefann. Sæll vertu. Ætlar að bjóða þig fram til forseta, Ásþór? Ég búinn að segja það, fylgist ekki með. Nei, við fylgjumst ekki með, ætlar að gera það! Að sjálfsögðu. Af hverju í andskotunum, Ásþór Magnússon? Vegna þess að forsetinn sem situr núna búinn að kosta þjóðina... Ekki komið gott af þessu gríni í Ásþór Magnússon? Það allir löngu hættir að hlæja! Já, nú tekið mark á þessu, sko. Nú þjóðin búinn að átta sig á því að... Hvað ertu? ...með mig í forsetastóli. Ásþór, hvað ertu? Hvað ertu í dag, Ásþór Magnússon? Svaraðu drengnum! Friður 2000 ennþá til? 6.
Og ef að þið myndir hlusta og hætta að öskra... Friður 2000 ennþá til, Ástór? Og betri á Íslandi. Friður 2000 ennþá til? Já, það er mikil friður nema þú ert að brjóta með þessum öskrum, það skelfur hérna hjá mér húsið. Er það ekki 12 árum og seint? Það er allir löngu hættur að taka marka á, Ástór. Það er ekkert að gerast að það hjá þér. Jú, það er hellingur að gerast. Eigum við von á tómatsósu flippi frá þér enn einu sinni? Nei, það held ég. Þú lygur því! Nei, ég segi alltaf sannleikann. Af hverju ert að bjóða þig fram þegar þú veist að þú verður ekki kosinn, Ástór Magnússon? Við veitum það öll! Ég veit að ég verð kosinn. Af hverju veistu það? Vegna þess að ég hef þetta ótrúlega innsæð, ég veit lengur nefn mitt nær. Eru mamma en og pappi systkini, Ástór? Mamma og pappi eru látin. Og fyrirgefðu það! Fættistu skrítin eða varstu þannig smátt og smátt með tímanum? Það verður hver maður skrítin í íslensku þjóðfélagi. Hvernig hefur efna á sem skrýpaleikninum, Ástór? Hvaðan kemur peningurinn? Peningar eru bara til að eyða þeim. Já, hvaðan koma þeir? Með sér í gröfina. Já, hvaðan koma þeir? Þeir vaks á trjánum í garðinu hjá mér. Ertu svikarappur, Ástór? Nei, það er ég ekki. Ertu á föstu þessa dagana, Ástór? Er ég hvað? Ertu á föstu? Áttu konu eða kæristu? Ég er giftur maður. Til hamingju! Og hver er svo óheppna? Hún telur sér mjög heppna og mjög ánægð. Já, við trúum því, Ástór! Enda ertu ágætur við beinið! Það eru myndir af okkur hjónunum og fólk getur komið í heimsókn. Ég er að bjóða Facebook-vinum mínum í heimsókn til Spánar, borga flugmiðan. Það er ekkert annað! Yes, sir. Ég er ánægður með þig! Kostinga.is og... Já, það er alltaf dröllu sama, Ástór! Takk hella fyrir að mæti Hitlerklefan og við óskum þér allsins besta! Takk fyrir það. Takk fyrir það, vinnur! Þetta var Ástór Magnússon í Hitlerklefa dagsins. Já, og hann virðist alltaf bjóða sig fram enn eina ferðina. Já. Þessu skripalega er ekki að fara að ljúka hjá honum. Það er hárrétt. Þetta er fyrir American Idol stjarnan Chris Daughtry á hljómsveit sinni Daughtry. Hitaklefinn var hérna á sínu stað áðan og Ástór Magnússon er á leiðinni í forsetaframboð. Gefum kannski engum ávart. Hann virðist ekki ætla að gefast upp á þessu kallinn. Hvað, væri hann ekki bara fýtt forseti? Jú, verður maður ekki líka bara virðan fyrir það að gefast ekki upp. Ekki alltaf vera að segja við það við mann allt sitt líf. Og maður er aldrei að gefast upp. Já, hann tók það alltaf bókstaflega. Já, hann eftir Rocky í honum bara. Já. Gröftarður. Hvað gerir hann frá 9-5? Ég veit ekki, við vorum að reyna að spyrja hann á hann, hvað ertu? Það er eitthvað bara sem ég var alveg til að komast að. Manstu, við fórum einu svona að heimsækja hann í Ödd og Sveppa. Þá var klukkan held ég 2:30 að degi til. Hann var á náttslott með pípu og ekki búinn að raka sig í svona 6-7 daga. Já, það var svolítið eins og að væri verið að taka á móti einhverjum svona eins og í Homeland-gæinn sem að fannst í einhverjum helli með skert og svo, hann var svona þannig útlítandi, sko. Já, en hann virðist nú samt alltaf fersku kallinn, ég held að sé bara mjög hamingjusömmur. Duglegur að rífa kjaft og... Já, svo líka, veist, hann var ekki mikið að svara okkur í Hitakljónum. Hvaðan fær hann pening, skilurðu? Á hvaða hrúi situr þessi maður? Þetta eru spurningar sem... Hvernig er hann að fjármagna þetta? Já, það er skrifa leiksin. Já, það er einhverjir fjársterkir aðeinar að það bakvið, það er nokkuð ljós. Já, þið eru að hlusta hérna á FM 95 blöð síðdegis á FM 957. Það eru mikla pælingar í gangi hjá okkur. Það styttist í að við Sveppir hringjum í Guðmund Stephensen sem er stórkostlegur íþróttamaður, búinn að vera Íslandsmeistari í borðtennis núna í 40 ár. Og hann er bara 25 ára. Já, sem er það ótrúlegast í þessu öllu saman. Ég held að hann sé, hvað er hann, 29 ára þegar ekki? Já. Og búinn að vera að rúlla þessu upp síðan hann var 9 ára eða 8 ára gutti. Já, ég held að hann hafi verið fyrst Íslandsmeistari 11 ára. Nó, ok, hann hafði komið hár á tippið þegar hann byrjaði að vinna þetta. Nei, samt ekki, 11 ára. Hvernig dettu það inn? Ég veit ekki, ég hef ekki bara hringið pappa hans og spyrja. Hver er mér ekki saman hvort hann komið hár á tippið eða ekki? Þú maður ekki ágjörðu því, ja? En null ágjörðu því. Við fáum bara auðlýsingar og svo spyrjum við Guðmann Stef þessa stóru spurningu. Nei, við ætlum að ræða við hann um svona hvernig er að vera ríkala góður í svona einn íþrótt eins og borðtennis sem er kannski ekki endilega svalast íþróttin í heimi. Já. Þetta er svona, hefði hann mátt velja þá hefði hann nú líklega tekið körfubolta eða fótbolta eða eitthvað. Já, því að ég veit hann var naskur í fótboltanum, sko. Já, þetta er oft svona með svona stráka, þeir eru með bara svona íþróttagenið í sér. Já.
Og þess vegna spyr maður sig, hefði ekki verið svona gáfulegra að stunda eitthvað. Hann var reyndar orðinn atvinnumaður í borðtennis, sko. Já, og það mjög áhugavert, sko. Já, og hvað veistu hvað hann var að spyrja? Þetta náttúrulega spurningar sem eigum að fara að spyrja hann, en var hann bara úti í Svíþjóð, skilur bara fann að sofa klukkan 9, liftingar og svo bara beint, veist ég eitthvað. Bara protein shake á mótnana og ræktinn og svo bara beint niður eftir að hitta nokkra Asíubúa og spila borðtennis. Þeir eru bestir, þetta ekki fordómar hjá mér, þeir eru bestir í þessu. Asíubúarnir? Já, maður. Bara svo að fólk aldrei ekki að vera með eitthvað fordóma hana? Nei, það nú ekki hægt að vera með fordóma út í þá. Ná, okkur. Þeir eru milljarður. Já, það er reyndar. Það er ekki svolítið sem minnilegt. Maður getur alveg talað Asíu, einmitt. Þetta bara haugur að liði. Já, svo er ég líka bara hrósa, drullugur í borðtennis. Auglýsingar, svo heyrum við í þessum mikla snilling, svo erum við líka með nýjan dagskrárlið sem heitir stand-up keppnin. Já, ég býr hræddu við þann dagskrárlið samt. Og svo er það Insane Facts eða sturlaðar staðreyndir. Og margir að við Magasín, virkamótna klukkan 7. Klukkan 6 kvöldi. Hæ Bjarki, já ég kom inn, broskall, takk fyrir að vera til staði fyrir mig í kvöld. Bjarki? Já, hún er að þykja senda í vitlu. Nei! Ok. Þú ert virkilega að særa mig, Kári. Hvað djöfull hef ég ætlað að gera að vera með eitthvað hund á Facebook hjá mér? Það fyrir eftir hvernig hundur þetta er. Magasín, alla virkamótna á FM 957. Viltu áskrift af hamingju, iPad, skélþunnur og lóðbeinn? Það er bara svona sem ég rúlla. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Og við hættum að brjóta bein, þá var það beinin brotin okkur. Það er bara önnur. Við veitum að Bruno er aða maðurinn hjá okkur. Skilorðið er langur fangelsisdómur, þú bara vel að vinna mig. Svona það verður rottum sem svíkja einu sinna. Aldrei gleyma því. Svartur á leik, kominn í bíó. Sony Center er á leið úr Kringlunni í Borgartún. Það er meira pláss fyrir allar græjurnar okkar. Sony Center, nýherja Borgartúni. Í dag eru 2 dagar þar til umsóknarfresti lýkur í hæfileikakeppni Íslands. Taktu þátt og þú gætir unnið 1 milljón króna. Farðu inn á nbl.is og skráðu þig til leiks. Skjár 1. Ekkert venjulegt sjónvarp. Sky Agency kynnir ásamt Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone-höllinni á laugardaginn. Ekki missa besta plötusnúð allra tíma. Tiesto. Uppsetti VIP. Miðasal á miði.is og Brim Kringlunni. Medina, þetta lag var heldur líka í gær. Þetta er danska, ég held, og hvað Sveppi, hvað þið confirm með það? Það veit ég ekkert. En öllum drullu sama. Herðu, það er komið að símtali. Við ætlum að hringja við Sveppi, vorum að tala um það hérna áðan að við ætlum að hringja í Guðmund Steffensen sem er Íslandsmeistari í borðtennis og ekki bara í ár, heldur síðustu 19 ár held ég, eða eitthvað líka. Er nokkuð að ljúga því eða? Nei. Við spurjum hann bara, ég ætla að prófa að hringja henni, hann komin hérna með númerið hans. Búin að vinna þetta 90 sinnum í röð, held ég. Það er ótrúlegt. Það er magnaðar árangur. Það er líka mest ógeðslega gaman í borðtennis, þó ég er kannski ekki til að vera atvinnumaður. Góðan daginn. Sæll Gunnar, Guðmundur. Já. Sæll og blessaður, Auðvitað ég og Sveppi hérna með mér og þú ert í beinni á FM 95 blöð. Blessaður. Hvað segirðu? Ég er bara æðislega góður. Ertu búin að vera að hlusta á þáttinn? Já. Þú gerir það svolítið, hef ég heyrt. Ég hlusta alltaf á ykkur. Já, þetta er gaman að heyra það maður. Það er fagmennska. Já, það er gott. Heyrðu, til hamingju með titilinn. Takk fyrir það. Við erum búin að vera að velta þessu svolítið fyrir okkur, sko, þessu borðtennis áhugamáliðinu. Hvaðan kemur þessi áhugi á borðtennis? Hvaðan kemur það? Já, ég spyrja það, sko, þú vannst þetta núna, í hvaða skipti? Var þetta 19. skiptið þitt í röðu það? Þú ert alveg með þetta. Það er bara djók, mann. Og þú ert ekki orðinn 30? Nei. Vannst þetta fyrst, hvað, 12 ára? 11. 11 ára? Sorry, já. Þegar þú vannst þetta 11 ára, á móti hverjum varst að keppa úrslitaleikin? Þá spilaði við Stjána, sem er hérna, Stjáni í Kjötborg. Hvað var hann gamall þá? Hann var, ég veit ekki, hann hefur verið 25 eða eitthvað. Sorglegt. Hvernig leið honum að tapa á móti 11 ára pjakk? Hann segir í dag að hann hafi leyft mér að vinna. Það er ekki þóra, pabbi var formaður borðtennisdeildarinnar. Var hann orðinn net legend á þessum tíma og svo allt í einu kom bara einn 11 ára pjakku bara og vann hann eða?
Já, hann var almaður, sko. Ok, djöðlega það vond eitthvað. Hvenær byrjaði hann að æfa? Það var auðvitað eftir hann, held ég. Já. Ég held að hann sé ennþá hálfúll, sko. Já, ég myndi vera það. Hann ekki spilað síðan? Já, nei. Tók bara stíkaspaðan og sett hann upp á hillu? Alveg, og svo byrjaði hann þegar hann komin í Old Boys. Old Boys í borðtennis? Já. Ok. En nú geristu atvinnumæður. Ertu ekki atvinnumæður í borðtennis lengur? Nei, ég bý bara hérna heima og starfa hérna í rafvörumarkaðnum. Ok, en á hverju hættur í atvinnumæður? Er þetta kannski, þetta er ekki að hæstlaunast atvinnumennska í heimi, það? Nei, það er ekkert að segja það, sko. Nei. Hvað er... En þú varst sem sagt atvinnumæður? Já, ég bjóð út í Svíþjóð og spilaði. Gerði ekkert annað en að spila borðtennis? Nei, ekkert annað. Og varstu hérna... 7-8 ár. Og varstu að æfa hverjum degi borðtennis? Ég var að því, já. Já. Og svona flest að það... Ertu ekki að fá leið á þessu? Já, þess vegna er ég á Íslandi, sko. Já, ok. Það er kannski að það út, en ég kom með leið á þessu, en... Nei, en svona atvinnumennskan... Það er að búa úti og... Já, ég skilji. Og hérna... Og hvernig fer þetta fram? Er þetta deild eða er þetta riðlar? Hvernig er... Þetta er bara alveg svo í öllum svona íþjóðar sem þú tekkir, fótbolta... Já. Og bara einn leikur á viku? Ég spila fyrir félagslið, það eru 10 lið í deildinni og spila heima og heiman. Já, ok, varst í félagslið? Já, ég var alltaf að spila fyrir félagslið. Ég skilji, ok. En vannst einhverja titla út eða? Já, ég vann auðvitað svona, ég var 2 sænsku mestari, 2. Já, ok, vel gert. En hvernig var þá normal dagur hjá þér sem atvinnumæður í borðtennis? Var það bara hendi í prótíseikum 8, kíkt á flakkaran og svo bara æfingu í morguninn? Það vorstu að vera að æfa á daginn og svona, eða? Já, það var æfingu morguninn og svo var aftur kannski setnipartinn æfing. Ok, og er þá bara einhver svona vél að dæla þig kúlum og eitthvað svona, eða? Nei. Jó, stundum. Ok. Já. En það er meira manuál, þjálfarinn er þá að dæla kúlum í mann. Og er hann þá að segja, jæja, Gummi, kúlur og bombar á mann. Nú þurfum við að æfa bakhöndina, þú varst að æfa hana kannski? Já. Og svo, nú ætlum við að lúppa, í dag ætlum við að lúppa. Já. Nú lúppuðu þessi drasli. Það er alltaf að æfa í öllu, lúppinni og smassin og allt drasli. Það er ríkala gaman í borðtennis, mér finnst það skemmtileg íþrótt. Já, þetta er eiginlega eins og skemmtilegast íþrótt. En gastu til dæmis dotti í það skilur á föstudegi og spila leik á laugardegi? Nei. Menn voru ekkert í því, bara snemma að sofa náttúrulega. En samt, þarf það að vera ykkur úthald í þessu eða? Kannski ekki að spila eitt leik kannski, en ef þú ætti að spila heilu móti kannski, það eru margir leikir, það ætti kannski verið... Á þingan ekkert sniður? Það er ekki gott, sko. En hver er frægasti borðtennisleikar í heimi? Waldner. Er hann að fá út á götu svona, hey, Waldner, I'm a huge fan? Hann er það í Svíþjóð kannski, og í Kína. Og er stórir í Kína? Já. Hann er kínverskur ekki? Hann er sænskur. Hann er sænskur, nú, ok. Og er hann alveg á svona celebrity style, sko? Nei. Nei, það er ekkert eitthvað þannig. Hann getur alveg farið í bónus að vesla. Já, held ég. Byrjaði þessi gríðarlega áhugin á borðtennis eftir Forrest Gump, Guðmundur? Nei. Hann kom undan. Nei. En varstu í einhverjum öðrum íþróttum, fótbolta og körfu og svona? Já, ég var í öllu. Já, ok. Ég var í fótbolta og handbolta og fram og svo kíkti ég svolítið æfingar í KR. Já, og bestur í borðtennis af þessum íþróttum? Já. Ok. Er það rétt að bróðin, hann Óli, hann er aldrei unnið því í borðtennis? Nei, hann er auðvitað unnið með því að ég var svona 6 ára kannski. Já. Það eru 24 ár síðan Óli vann því síðast. Já. Það er ógeðslega gaman að heyra það. En það er ríkilega gaman að heyra í þig, Guðmundur, og við óskum þér aftur innilega til hamingju með 19. Íslandsmeistaratitilinn í röð í borðtennis. Takk ykkur kærlega fyrir. Og bara hafa það sem allra best. Já, gaman að heyra þér. Ok, bye. Já, þá veitum við það að Guðmundur Stefánsson atvinnumaður í Svíþjóð og hann var komið pínu leið á atvinnumennskunni. En ég er ekki hissa. Nei, hann þarf ekki að æfa. Hann getur hætt í borðtennis, bara keppt í Íslandsmótinu og unnið það. Já, líka sko, Svíinn er ekkert svo allra skemmtilegast. Ég hef búið í Svíþjóð. Hann var að vakna alltaf á daginn og fara, með töskuna niður einhvern borðtennissal að hitta einhverja að sig. Ég skil hann vel. Töskuna? Já. Er hann ekki bara í jakkafötum, bara með spaðan í hanskahólfinu, skilur við? Ég veit það ekki. Herðu, fáum Niggas in Paris, Jay-Z, Kanye West. I don't know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers want to find me.
töffar en þessir töffarar, þetta eru Kanye West og Jay-Z með Niggas in Paris en það komið, þetta svona lag fyrir því Sötu. Þetta geði alltaf. Besta lag sem ég heilt í dag. Ég veit alltaf hvort að þú fílar lagið ekki. Það er bara svona Matt Brown og þá er þú bara komin í Bubble Trouble þarna í tölunniðinni. Já. Það er komið að dagskrárliði sem við köllum sturlaða staðreyndir. Þetta er allt staðreyndir sem ég er að fara að lesa hérna upp. Já. Kemur frá Insane Facts. Ok. Þótt ótrúlegt meðvirðast þá er þetta allt satt og vísindilega sanna. Þannig að hérna, það er svona misjant hvernig menn takk í þetta. Þegar ég með þetta hérna, Hjöppi er ekkert alltof spenntur en já, ég held að þú getur alveg verið spenntur. Ég er mjög gaman að skrýtnum staðreyndum. Já, ég veit ekki, það er einhvað innan liði sem að kveikir í mér sko. Mér finnst það eitthvað spennandi sko. Ertu tilbúinn í 10 sturlaða staðreyndir? Já. Ok, þá ætla ég að byrja. Kalkunar geta fjölgað sér án þess að hafa mög. Insane fact. Það er löglegt að giftast hundi í Indlandi. Úppusi. Sturlu staðreind. 5 manns hafa verið drepnir fyrir að unfrienda einhvern á Facebook. Sturlu staðreind. Fullnæging á svíni endist í 30 mínútur. Sæll. Á hverri sekundu eru 14.000 að stunda kynlíf, 25.000 að kissast og 50.000 manns að faðmast. Úppusi. Þú ert 7 sekundur áttaði hvort þið finnist manneskja fallega eða ekki. Gagg. Flesti kettir eru ekki með augnhár. Upp. Hreindýr elska banana. Sturlu staðreind. Tungan í bláhval er þyngri en fíll. Upp. 64 ára kona stakk manni sér 19 sinni fyrir að hafa svindla eftir að hann svindlaði í Monopoly. Herru, það var árta komið. Þetta voru 10 sturlaða staðreyndir og þó ég segi sjálfur frá, mér finnst það skemmtilegri damaður. Þetta, byrju. Það er löglegt að giftast hundi í Indlandi. Það er örugglega kjaftaði. Það er svona síðasta sortu örugglega fyrir suma. Vilt þú ganga að eiga Ibrahim Ufi? Já, þá máttu bara drulla þér út. Settu ring á loppuna á hana. Já, það er ekki. En þetta má. Ég meina, má ekki giftast einhverju tík? Hvernig var þessi? Þetta er svona brjátt bryggi. En þeir eru við líka like this. Já, herðu, hann er mikill aðdáandi þinn, hann Brjási. Þú varst nú að fara að ringi stráki. Ég þarf að heyri í honum, hann er aðeinsluður. Svo er líka hérna 5 manns hafa verið drepni fyrir að unfrienda á Facebook. Já, hvað er ruglið það? Já, maður þarf að passa svo að þína. Það lítur að liggja eitthvað meir undir, ekki akkurat bara þetta. Já, svona kannski eitthvað sem heitir sturlun sem að liggja þar undir. Já. Svo meðan þetta er heldur skemmtilegt. Fullnæging á svíni endist í 30 mínútur. Já, þetta hef ég heyrt. Já, þetta er magna. Þetta er einn af þessum hlut sem ég lendi svolítið í. Já, því að enda ertu svín. Þetta er sann sko, maður var alveg til í þetta. Nei. Þú verður viðurkennast að 30 mín. Já, reyndar þú segir það. Bara hálftíma eftir munnmögg eða eitthvað? Eftir munnmögg, já, það er líka það er líka ömulegt að þú ert einn í því, skilur við. Þannig að, veist, stelpunar eru ekki vanaði. Þú ert kannski, veist, búið rosa gaman hjá okkur, svo liggur þarna bara eins og svín í 30 mínútur. Já, og hún er bara komin í fötin og hvað ert að gera? Búin að ringja á bílmaður. Já, ég er að fá það eins og svín. Svo ertu 7 sekúndur áttaði hvort þið finnist manneskja falleg eða ekki. Ég veit ekki, er það svo langa tími? Mér finnst þetta svolítið skrítið. Það er svona meðaltal sko, það er kannski sumi sem maður þarf aðeins að, maður getur, jú, yfirleitt er það nú þannig að maður getur bara, ó nei, eða bara litið við og bara, já, eða, nei, skilu? Bara já, nei, já. Maður er mjög fljótur að átta sig á því sko. Já, en þetta var sko reyndar hérna, þú veist, ég er kannski íslenska þetta kemur á orðinu attractive. Þannig að það er kannski aðeins meira en bara fallegur. Þetta er svona hvort þú, veist. Já, gætur orðið hreyfinæmur. Já, það sé ekki eitthvað þannig. Já. Og flesti kettur ekki með augnar, drullir saman með það, svo sem hreindýr elska banana. Hreindýr elska banana? Hver veit, þú veist? Einhver góður hreindýrsvinnur. Segir sér sjálft. Veistu, akkur hreindýr eru með svona langan háls? Nei. Annars væri hausinn á þeim í lausu lofti. Já, það er smá brandar á hótni hérna og svo fannst mér í lokin. Þetta finnst mér magnað, en það er, ég er nú tapsár ungur maður. 64 ára kona stakk manni sem 19 sinnum eftir að hann svindlaði á henni í Monopoly. Og það eina sem minnst leiðilegt er þetta stendur ekki hvernig hann svindlaði. Var hann að stela úr bankanum? Hann hefur verið að löma hótelum inn, sko, veist. Gamla trikið. Já, bara, heyrðu, býttu, þú varst ekkert með 4 hótel hérna á Ægisgötunni, sko. Nú, annars segir borðið. Nú, heyrðu, hvað er þetta hér? Hefur svindlaði Monopoly?
Ég? Já. Ekki, neða, held ég, bara svo langt sem ég spila Monopoly, sko. Já, ef maður fyrir yfir þetta, þá það sem að kemur til greina þetta, hann getur verið að stila á bankanum, hann getur verið að lauma hótelum á götur á þess að konan sjá því. Já, og líka verið að tellja bara svona. Tellja vittlust, já. Tellja vittlust, sko. Já, 9, voru þetta 9 reitir? Jep, ég ætla að kaupa þessa götu. Það getur verið eitthvað svoleiðis. Já, og þú verið fangilsi? Nei, ég var með 6. Já. En ég menna maður stingur ekki neitt út af því, sko. Nei, allavega ekki 19 sinnum. Nei, kannski 2000. Mestalegi 2000. Herðu, þá komið að auglýsingum hjá okkur strákunum og svo eftir eru að fara að prófa hérna stand-upið? Já. Sjáum til. Sjáum til. Fáum alltaf auglýsingar fyrst. Heiðar Austmann í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC. Aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. Hvernig hljómar indverskur kvöldmatur? Á Tandoori færðu heimsþekkta indverska rétti meðal annars tandoori, korma chili, tikka masala og mango. Réttir sem fara með í indverska ævintýraferð. Tandoori, Skeifunni 11. Við auðveldum fyrirtækjum að skapa ný störf. Fjöldi nýrra atvinnutækifæra verður kynntur á... Takeaway, komdu eða hringdu. Hamborgarafabrikan 5757575, yeah. Sky Agency kynnir ásamt Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone-höllinni á laugardaginn. Ekki missa besta plötusnúð allra tíma. Tiesto, uppselt í VIP, miðasal á miðið.is og Brim Kringlunni. Marstilboð í 10.11. Græna kakan á 299 krónur. Focaccia pepperoni á 229 krónur. Stór Freyju draumur á 99 krónur. Sinalco á 159 krónur. 10.11. Alltaf opið. X2, við tippum. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Dílar.is í dag. 1 mánaðar kort í box fit hjá Nefaleikafélagi Hafnarfjarðar á aðeins 4.500 í stað 10.000. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Hefurðu áhuga á hönnun, forritun og tölvum? Kíktu þá á forritunarkeppni framhaldsskólana í Háskólanum í Reykjavík á laugardaginn, þar sem 44 lið keppa frá því snemma morguns og langt fram á kvöld. Nánari upplýsingar á forritun.is og hr.is. Á morgun magnaður miðvikudagur hjá Símanum og 25% afsláttur af öllum GSM aukalutum. Notaðu tækifærið og fáðu þér töskuna, hleðslutækið, heyrnartólin eða handfrjálsa búnaðinn sem þið hefur alltaf vantað. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Ég ætla að byrja á því að þakka þér kærlega fyrir að vera að hlusta á FM 957. Þetta þátturinn FM 95 Blö, Aut og Sveppi með ykkur innan til 6 í dag og búin að sitja með ykkur síðan klukkan 4. Já. Og já, það nóg eftir hjá okkur strákunum. Ég ætlaði að spyrja þig hérna, Sveppi, ertu búin að sjá Svartur á leik? Nei, ekki búin að sjá hana. Ekki búin að sjá hana? Nei. Ok, hún hrikalega góð. Já. Byrja á því. Virkilega vel leikinn og skemmtileg mynd. Já. Enda, já, fólk að flikjast á hann í bíó. Já, þetta alveg gaman að það kemur svona alveg íslensk bíómynd, sko. Já, það ógeðslega gaman. Það vel mætt á íslenska bíómyndir. Og sko, en það ungur maður í þessari mynd sem fyrir á kostum. Já. Sem að kalla sig Damon Younger. Já, Damon Younger hana. Nei, Damon Younger. Damon Younger. Já. Og hann var, samkvæmt Fréttablaðinu í dag að gera risasamning við Valla Sport. Já, Valli Sport orðin umbóðsmaðurinn hans. Já, Valla og Pippar. Valli Pippar, hann nú umbóðsmaður margra. Já. Og hefur tekið marga að sér, sko. Hann svona plöggari. Hann var til dæmis með Hrefnu þegar hún var út Heru þegar hún var út í Eurovision. Já, hann hjálpaði henni mikið. Já, hjálpaði henni. Hann leyfði engum að taka viðtöl við hann nema BBC í beinni. Hann vildi líka leyfa henni að hvílast aðeins. Já, hann þreytt náttúrulega. Bein í nefinu, strákurinn. Hann harður, sko. Já, en Damon Younger. Sko, það nefnilega máli. Damon Younger. Damon Younger. Damon. Það er að stafa þetta. Ja, Damon eða eitthvað. Lækkaði í sér tónlist undir hann. Kjúið þetta pyrrandi. Slögt á þessu. Hún farinn. Við erum að tala saman. Já. Það nefnilega, hann leikur tveimur skjöldum. Já, sko, þetta svolítið steikt. Maðurinn náttúrulega ekki skýrður Damon Younger. Nei, og ég núna búinn að sko kafa í þetta fyrir hlustendur. Já. Ég þekki nokkra sem voru að leika í þessari mynd og svona. Já.
Þetta strákur sem skýrður Ásgeir. Hann heitir Ásgeir. Já, Ásgeir Þórðarsson að ég held. Já. Hann fer til Bretlands í leiklisskóla. Þar eiga allir að taka upp svona stage-nafn og bara svona, veist, að því að það er ekkert grín fyrir Bretland að segja Ásgeir Þórðarsson, sko. Nei. Hann skýrir sig þar Damon Younger. Já, tekur upp svona sviðsnafn. Já, sviðsnafn hans í skólanum. Kemur svo heim, en ákveður að halda nafninu. Já. Og ekki bara í leiklistinni, heldur en mamma hans byrjuði að kalla hann Damon Younger. Já, þannig bara, hann vill bara ganga undir því nafni. Já. Og svo viðtalið hann í fréttablaðinu. Já, það er svona því hann fer á kostum í myndinni. Já, þar verið að ræða hérna hvernig hann stóð sig og svona. En hann vildi ekkert ræða þessa nafnabreitingu. Það er eitthvað tabú fyrir Damon. Já, hann vil... Damien. Þessna getur verið að ég sé að uppljóstra einhverjum sem hann vildi ekkert að fólk myndi frétta, sko. Ég meina, gæinn heitir Ásgeir. Það er fullt af mönnum sem þekkja hann bara sem Ásgeir. Já, ég skili. Þetta er svo, veist... Þetta er bara svo ef ég myndi bara, já... Jimmy Frisco. Hann er komin hérna til okkar í spjall. Jimmy, þú varst nú einu sinni Sverrir Þór. Vill ekki ræða það. Nei, ok, þú stendur vel. Takk. Já, þú heitir bara Jimmy Frisco núna fyrir mér, Sveppi. Það væri svona mitt stage name. Jimmy Frisco. Ég væri til í Antonio. Þú? Já, Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez. Þannig að kalla mig það. Antonio. Nei, ég reyndar myndi ekki bera Rodríguez. Antonio Blondell, er það ekki eitthvað? Blondell, það er náttúrulega grípur aðeins í heimahagana. Já, Antonio finnst mér eitthvað svona skemmtilegt nafn. Ég er bara að taka bara Damon Younger átt og kalla mig bara Antonio Blondell. Já, ég væri Jimmy Frisco. Jimmy Frisco og Antonio Blondell með okkur hérna á 957. En ákveður vill hann ekki ræða þetta? Ertu með gemsa? Já, ég er með númerið hann, sko. Við náttúrulega vorum að reyna að ringja hann í dag, hann svaraði ekki og ég var að reyna að ringja hann live. Ringdu, herru, já, ringdu hann live. Já, maður sjá. Það er eitthvað skrítið við þetta, sko. Ringdi, já. En hann er reyndar, sko, veist, mér var líka sagt að hann er a method actor, sko. Já, hann tekur... Þannig að hann fer bara inn í hlutverki. Já, hann er svona, hann verður bara mánuð í burtu, sko. Já, já. Þegar hann er að undirbúa sig, sko. Ég ætla að vona hann að samt ekki, veist, skora hendina af einhverjum til að undirbúa þetta hlutverk. Það erum að sjá. Ég ætla að vona sér ekki það mikill method actor. Við erum að ringja hérna í Damon Younger. Eða Ásgeir Þórðarsson. Bara vona svari strákun. Hann gæti alveg verið típan sem að... Já. Er það Damon Younger? Já. Kontu sæll og blessaður, Öddi heiti ég og beint á móti mér situr Sveppi Krull. Já. Og þú ert í beinni útsendingu á FM 95 Blö. Það er ekki talað. Hvað segir þú? Hvað segir þið, tlokkar? Það er líðurum góður. Til hamingju með myndina. Eru takk hella fyrir það. Þú fær fína dóma, maður. Þetta er rosalegt maður. Já, stendur líka, ég er búin að sjá, Sveppi er ekki búin að sjá hana, en það þryggja barnafæðir. Ég er búin að sjá og virkilega hrifin og óskaði til hamingju. Eru takk hella fyrir það. Virkilega skemmtilegt. Ósa gaman að heyra. Er það satt sem að maður heyrir, þú hérna tekur þetta gríðarlega alvarlega, þetta leik hérna, þú undirbýrði í marga mánuði fyrir hlutverk? Ég reyna að vanda mig, maður fær bara tækifæri til að vanda sig, eða ekki? Jó, sem er virðing að verða sjálfsög. En ertu svona method actor? Ferðu inn í karakterinn? Nei, ég er klassískt menntaður og reynir bara að gera þetta skipulagt, sko. Já. Bara... Þetta er kannski eitthvað sem að leikarar íslenskir ættu kannski að gera meira af. Ég er íslenski leikar að vera bara heimsmæli hvar það. Já, flestir, er svona margir. Þetta er ótrúlega flott liði sem við eigum í leikhúsunum. Heyrðu, við vorum að ræða þetta við Öddi. Já. Sko, hérna, við lásum viðtal við í fréttablaðinu. Já. Þar neitaðar að ræða nafngiftina Damon Younger. Já. Er það eitthvað svona tabú, eða? Nei, þetta er bara... Þú heitir Ásgeir? Já. Ég heit Ásgeir. Ertu aldrei bara kallaði Geiri gamli, eða eitthvað? Nei, bara Damon yfir leik. Bara Damon? Ég heit Ásgeir, kallaði Damon? Já, ég búið svona halva æðin út í Bretlandi og ég var náttúrulega skikkaður til þess bara á skólamestarann þar að skipta nafn. Já, þegar hann gæti ekki sagt Ásgeir, örgulega. Já, ég hef verið kallaður óskutt skrýtnum Ásgeirsnöfnum, sko. Já, ekki. En mamma, kallar hún þig þá bara núna Damon? Já, oft. Stundum Ásgeir. Og ef ég er óþekkur, þá er ég Ásgeir. Hún er ósátt við, Ásgeir komdu hingað. Já, það er eitthvað svolítið. En er þetta bara eitthvað sem að þú fannst bara? Ég væri til að heita Damon. Já, þetta var nú, sko, ég átti ömmu í Skotlandi, eða konu sem gekk mér svona í ömmustad í Skotlandi sem hétt May Young. Já, ok. Og tók upp eftirnafni hennar og svo var eitthvað svona Damon æði á Íslandi, þannig að mér fannst það óskup fyndið. Já, þú ert eiginlega í höfuð á Damon Alban eða eitthvað. Já, eiginlega, sko. Það er vallið. Það er ljónhart. En hvað er næst á döfinni hjá Damon Younger? Já, ég hef að tala við Loga Hilmarsson og Jón Atla og verið Sölva og það er svona ýmislegt í byggir, vonandi er eitthvað... Já, en það er ekkert hlutverk á borðinu núna sem þú getur sagt okkur frá?
Þið vitið það, maður má aldrei tala um. Nei, það er rétt. Maður á aldrei að tala um neitt fyrir en það er búið að frumsýna það, sko. Akkurat. Það er langt best. Þú ert komin með Valla sportmaður, ég las það í blaðinu. Já, líst ykkur ekki vel á hann? Valgeir Pipar, já, toppmaður. Grjótarinn nagli. Hann er alveg, sko, hann er nú búinn að vera með á nokkra. Hann hefur nú tekið að sér svona misgáilega í gegnum tíðina reyndar. En hann er alveg ljónharður, sko. Ljónharður alveg, sko. En við hvetjum alla hlustundur F9 blöð til að kíkja á þessa mynd. Þar fer þessi maður á kostum, hann Damon. Herru Damon, takk fyrir að svara okkur. Herru, takk alveg bara. Sem að það hjá sér hérna. Ég er hann í bíó, sko. Já. Bíla, við verðum í valdi. Herru snill. Ok, bye. Bye. Serðu þarna, hann reyndar viðurkenndi fyrir okkur, hann heitir Ásgeir. Já, og líka, ég var búinn að dæma hann aldrei fyrirfram. Ég líka. Ég held þetta væri vitlýsingur, sko. Svo er þetta bara svona velnur fínn náungi. Við erum svolítið í því að dæma, menn. Já, ég dæmi fyrirfram alveg undantekningalust. Já, en svo erum við alltaf jafn hissa að fólk skulle vera að dæma okkur. Já, en mann er alveg saman það, sko. Já, þú veist, maður á ekki að dæma fólk. Nei, maður er bara eins og Sigurjón Kjartansson. Já. Hann dæmi fyrirfram, en hann er mjög fljótur tilbaka. Ég veit það, þú ert þannig líka. Ég er enda að dæmi, þótt ótrúlega með virðasveppi af göllum okkar, þá dæmið þú fólk mun meir en ég. Já, ég dæmi fyrirfram. Mér finnst allir fá. Þið verður bara Frikki Dór, bara vildir ekki fá hann í spjall, hann verður ömurlegur, nefndir ekki fá þennana því hann er glataður. Þannig að ég er ekki af slæmur eins og þú. En Damon Younger, það er toppnáðingi, hvort sem hann heitir Ásgeir eða Damon. Hvað ætlaði þú að kalla það? Jippi Frisco? Nei, ekki Jippi, Jimmy. Jimmy Frisco og Antonio Blondell með ykkur til 6. Resistance. Topptónlist á FM 957. Þeir eru að hlusta á þáttinn FM 95 blöð og já, við hefum með ykkur að góða 11 mínútur eftir hérna félagarnir. Þetta og Sveppi. Það er eins og að komið, nenni ekki að vera með tyggjó í beinni. Ég var að fá með tyggjó. Já, hvernig dettur þau þegar þú ert í útvarpinu? Ég er nefnilega þessi flippaða típa sem gerir bara alls konar og allir sama. Já, ég heyri það. Hvílíkt flip. En talandi um flip og þá er nú komið að dagskráralið sem er hérna hjá okkur alltaf á þriðjudögum. Svona seinni part þriðjudags. Já, við hringjum oftast í Apple og erum að reyna að græja Sveppa í vinnu því að, útskýrðu fyrir þeim hvað var það sem að kveikti þetta, manstu myndirnar hana frá Kína. Alltaf beðum að tala. Já, en ég er að hringja. Þú að hringja og ég þarf að tala, bara að tala. Mér er að pressa. Það er pínu pressa. Það sem við viljum að gera og höfum gert í hverjum einsta þætti er það að við hringjum alltaf í Apple umbóðið eða Apple í New York. Vegna þess að við sáum daginn myndir inn á internetinu þar sem að þeir sem er að búa til iPad og iPod og iPid og PIT og allt þetta dót sem að Apple er að græða á tá og fingri. Buy your iPhone 4S today at the Apple Store. We'll help you choose the best carrier and rate plan. Then we'll get your iPhone up and running before you leave the store. Visit apple.com/retail/iPhone to learn more. I'm an automated system that can handle complete sentences. No How can I help you today? iPod. Fuck. Are you calling for support on an iPod you already own? Or are you calling about an iPod you may be interested in purchasing? I'm calling because of iPod I already own. Please tell me if you want to schedule an appointment to come in and meet with a genius. I don't want to schedule an appointment. I just want something, you computer asshole. Grjót, haldu kjaftur tölvu og geð okkur sambandi við í búðinni. Þetta eru við strákanir, Auðvitað og Sveppi frá Íslandi. I can hear your voice, but it doesn't sound like you're talking to me. Þú ert fáviti. Þú ert gaman að rífa kjaftur tölvu mér. Já, þegju tölvu og geð okkur sambandi við búðina. Computer. I'm sorry, but it doesn't sound like you're speaking to me. Please hold while I transfer your call to a specialist. Það var mikið. I'm sorry. Bæti, það er tölva sem að segja bara I'm sorry. You're not speaking to me. We'll provide assistance. You are the next call to be answered. Það verður næstir. Já, nokkulega. Það eru bara með tölvu sem svara fyrir. Já. Það er magna. Já. Þetta er Steve Jobs. Hann bjóði þetta til. Nokkulega. Hann startaði þessu. Við ættum kannski að reyna að fara einhvern tímann alla leið með að gera við iPodun okkar. Já. Með tölvunni. Já. Eru lægir? Þú skal læga þér? Skal læga það. Þetta er Cocaine með Eric Clapton. Já. Apple Store West 42th Street. Yes, hello. We were just talking to your computer and he gave us through. That's a nice guy. Who talks for the computer? Who talks to the computer? Yeah, he was so funny. He was talking to me and he couldn't help me with my iPod, so he gave me through to you. Who talks for it? Is it some famous actor or something? I have no idea, probably. Where are you?
Is it Apple in New York? Apple, yes, West 14th Street, 9th Avenue. Okay, nice. So you don't know the guy in the computer. Have you talked to the computer? No. He's a great guy. It's unbelievable. Now, I'm wondering, my friend here, Svepi. Hi. Or Jimmy Frisco, as he's calling himself these days. He wants to work for Apple. Yes, in China, where all, making iPods. He wants to, be with the guys who don't have any sweaters on. Nice weather. Making iPad. Do you know how to get in touch with the people there? Apple.com. Apple.com, okay. Have you worked there with your shirt off and making iPods and iPhones and stuff? It looks high. Bara leiðu þess with your shirt off, það bara... Þetta alltaf, það gríðarlega viðkvæmni að þetta í gangi gangvart versmiðin í Kína. Það ekkert skrítið því þetta bara þrældómur þarna. Þau eru bara búin að fá skilaboð á himnum frá Steve Jobs. Hann bara kom til þeirra í drauma og skellið alltaf á þegar þau voru að tala Kína og eitthvað vesen. Ef það er einhvern tíma minnst á hvernig þessi iPod eru gerðir, þá skellið það. Fáum þetta stutturauðlýsingar. 1909.is Leið og við hættum að brjóta bein, þá var það beinin brotin í okkur. Það er bara önnur. Við veitum að Bruno er aðamaðurinn hjá okkur. Skilorðið er langur fangelsisdómur. Þú bara vel við vinum. Svona það eru rottum sem svíkja vinni sína. Aldrei gleyma því. Svartur á leik. Komin í bíó. Í dag eru 2 dagar þar til umsóknarfresti lýkur í hæfileikakeppni Íslands. Taktu þátt og þú gætir unnið 1 milljón króna. Farð inn á nbl.is og skráðu þig til leiks. Skjár 1. Ekkert venjulegt sjónvarp. Dílar.is í dag. 1 mánaðar kort í boxfit hjá Nefaleikafélagi Hafnarfjarðar á aðeins 4.500 í stað 10.000. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Hefurðu áhuga á hönnun, forritun og tölvum? Kíktu þá á forritunarkeppni framhaldsskólana í Háskólanum í Reykjavík á laugardaginn, þar sem 44 lið keppa frá því snemma morguns og langt fram á kvöld. Nánari upplýsingar á forritun.is og hr.is. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir. Á morgun er magnaður miðvikudagur hjá Símanum og þá breytast aukaatriðin í aðalatriði. 25% afsláttur af öllum aukahlutum fyrir farsíma. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Já, hartslagarinn Alone. En að þessu sinni er það Alicia Reed. Alicia Reed, er það dóttir Ellie Reed? Það veit ég ekki, nei, ætli það? Nei, ætli það? Nei. Ég veit ekki. Æ, ættu þessu. Tekin í smástund. Tekin í smástund, herðu, klukkan er að verða 6, þannig að vantar ekki nema 1 mínúti í, þannig að FM 95 Blöð fyrir að kauða þessu sinni. Já. Þið búið að vera skemmtilegur dagur hjá okkur Sveppa hérna. Yndislegur. Við hringdum í Múttu og hún myndi ekki byrja með, myndi ekki giftast manni sem er 29 árum yngri en hún er, svo Madonna. Rétt. Ástór Magnússon var í hitaklefa dagsins, við heyrðum í Apple-umbáðinu, töluðum við Damon Younger sem heitir Ásgeir, heyrðum í borðtennismeistarann og Guðmundur Steff, heyrðu hvað búið mikið að gera okkur? Það er búið að vera smekksneisa af góðu stöfi hjá okkur auðvitað og fyrir ykkur sem voru að stillin, sorry. Þetta er búið. Þið getur farið inn á vísir.is eins og hlustað á þetta. Ég held að Rikki G, vinnu minn, er einmitt að fara að setja þáttinn beint inn á vísir.is. Hann er mættur einn í stúdíóð, Rikki G. Þú er ekki neitt í fótbolta eins og ég kallar stundum. Sultuslagur. Sultuslagur og ætlar að vera með topp tónlist til 9 í kvöld. Það er mættilega með fullt af lögum sem eru gömul og í nýju nærböksum. Eins og ég segja. En við ætlum að enda þetta á óskalagi frá einum sjóð heitum aðdáðanda Blöð þáttana. Já, það er búið að vera að biðja þetta lag stanslaust en við settumst hérna í stúdíó. Þú þekkir þetta, Sveppi? Ó já, við skulum bara leyfa hlustandum að njóta. Þetta er fyrir ykkur. Þetta er eitthvað... Nei, þegið, því líkt tilhjörn. Við erum þessi í þessu lagi. Heyrjumst á morgun klukkan 4. Þá verður Pétur Jón Sigfússon með mér. Þannig að það er, karaoke keppni og fleira. Ekki tala hon í lagið. Takk aðeinslega fyrir að hlusta.